Já, það styttist heldur betur í Póllandsferðina, eru menn ekki klárir í slaginn? Jú, þetta verður bara gaman. Mjög gaman. Hvernig horfir möguleikar íslenska liðsins við þér í þessum riðli? Mjög góður, mjög góður. Við erum bara kláran að riðla, ef að segja svo. En við náttúrulega kannski vitum ýmislegt svona pólska handboltagetu en Búlgarar og Ítalir er svolítið óskrifað á blaði, eða ekki? Jú, við erum að skoða meira Pólverðin heldur heiliðin. Þeir eru sterkastir af mér. Einnig verða bara að koma í ljós eða þetta. Hafið þið fengið eitthvað vídeó með myndböndum frá Búlgurum og Ítalum? Já, við erum alla leiki Pólverja frá seinasta morgun. Við erum að skoða þá. Það er heimavinna dagsins að skoða leiki frá þeim. Þið væntanlega þekkið þá frá, þótt að hafa ekki mætt þeim í Rússlandi eða liðið, þá hafið þið séð á þar og vitið svona hvað þeir geta? Já, við vitum nokkuð hvað þeir gera og hvernig þeir eru, þannig að við ætlum að takla það þannig eitthvað. Þú hlýtur eftir að hafa mistað Rússlandsævintýrinu í fyrra vegna meiðsla að vera alveg ekstra hungraður í að komast til Danmerkur á lokakeppni. Já, maður verður að fá allavega eitt stórmót svona, það er mest held ég. Hvernig var tilfinningin að horfa á Rússlandsævintýrið heima í stofu? Ég veit ekki henni, ég held ég með tárin í augunum hana þegar þeir voru komist í undanúrslitin og það maður var svekktur en alltaf ánægður að koma svo langt strákanir. En þú nýtur þess að bara þið meira núna að vera með? Já, þetta er mjög gaman, alltaf gaman að hitta strákarna og vera í hópnum og svona. Takk fyrir.